Já, Guðjón, jafntefli hérna á Selfossi, hver er þín fyrstu viðbrögð? Svona miðað við eins og hvernig leikurinn var kominn að þá er ég alveg sáttur við að hafa náð jafna eftir að hafa lent undir í erfiðri stöðu 3-1 og lítið eftir raunverulega þá verði ég að hæla mönnunum fyrir að hafa sýnt hann karakter og þá djörfung að sækja stigið eftir að við vorum komin 3-1 undir. Nú kemur Scott Ramsey þarna sterkur inn, hvers vegna var hann á bekknum? Hann var meiddur, við tókum hann út af í síðasta leik meiddan og það var svona áhöld það hvort hann yrði leikfær og ég vildi heldur eiga hann inni heldur hann að meiða hann fyrir leiknum en Scotti kom sterkur inn og sýndur fótboltakunnáttu sem var góðum klassa. Varstu ekki með pappa í hópnum? Nei, kynningar við það? Hann bara mætti á seint í leik. Það var sko beinfalt, kann ekki klukku og það kostaði hann bara seint í. En hérna, hvernig fannst þér svona almennt svona bara frammistaða liðsins? Mér fannst sko margt jákvætt í leiknum. Við áttum ágætis tilraunir í fyrri hálfleik. Markið var erfitt að fá þetta úr aukaspyrnunu. Sá ekki alveg hvernig staðan var á markmanni og vegg. Ég sé það vonandi betur en mér fannst þetta bara að fara yfir vegginn og tiltölulega erfitt áttast á aukaspyrnunu. Það var raunverulega fyrsta færi sem Selfyssingarnir fengu, þeir skoruðu úr aukaspyrnunu. Við fengum ágætis tilraunir og svo eftir að við jöfnuðum það var ég þokkalega sáttur. En það er eins og sé bara einhver draugur sem hangir á okkur í hálfleik. Við komum bara út og það er mark eftir hvað mínútu, 1,5 mínútu. Þetta er bara eins og versti draugagangur. Ég veit ekki hvað ég þarf að fá særingamann eða hvað til þess að koma með mér inn í hálfleik. Og svo aftur náttúrulega alveg dauðaklaps þarna þegar við fengum okkur 3. markið. En þú nefndir að Skotti hefur komið sterkur inn og Óli Baldur kom líka sterkur inn. Og Óli Baldur er sá aðili sem jafnar leikinn, þannig að það má segja að varmennir hafa komið sterkir inn í dag. 16 mörk í 5 leikjum, eitthvað sem þarf að bæta við varnarleikinn? Það gefur náttúrulega auga leið að svona klafs og klaufagangur eins og við buðum upp á sérstaklega í öðru og 3. markinu er hluti sem við getum ekki búið sjálfum okkur upp á og það skiptir engu máli hvaða aðferðafræði þú notar að við verðum að standa í lappirnar og gera betur en það. Næsti leikur upp á Skaga á móti hérna? Nei, við erum í Grindavík. Þið eru í Grindavík? Þetta er sjómannahelgar átíð maður. Já, auðvitað. Sjóarinn síkáti. Sjóarinn síkáti og þar ertu að fara að mæta síðninum. Er ekki svona stemming í mannum? Jú, það er bara tillökun. Tillökun fyrir öllu leikjum og það verður sérstaklega gaman að taka á móti gulum og glöðum á sjóarinn síkáta, það er alveg ljóst. Og þá hlýti fyrsti sigurinn að koma? Ég held að verði sá og ég held sko við sáum hérna í kvöld ákveðin karaktereinkenni sem kom í ljós í Grindavíkurliðinu í mótleitinu 3-1, koma sterkir inn og sækja stíð og svo náttúrulega gat allt gerst eftir það, þeir hefði getið unnið þannig á þessum örfáum mínútum þegar þeir fóru í stöngina og svo hefði við getað þessum tekið það líka en það var kannski fyrst og fremst þess að jákvæða við þetta eftir að hafa lent í erfiðri stöðu að sýna karakter og koma tilbaka.